Verið hjartalega velkomin á hátíðarstund vegarins í dag. Við erum fyrst og fremst komin til að lofa hans nafn og fagna því að hann gaf sinn son og hann fæddist á jólunum. Faðir minn, ég þakka þér fyrir einn og sérhvern sem hér er í dag. Ég þakka þér fyrir að við getum komið saman og lofa nafni þitt. Og faðir minn og Guð, ég þakka þér fyrir að þú gafst son þinn fyrir okkur, Drottinn minn. Faðir minn, ég bara bið að blessa einn og sérhvern, Drottinn minn. Ég biðist, Drottinn minn, að við megum minnast þess, megum minnast sonar þíns í dag, Drottinn. Takk fyrir að þú gafst þinn son, Drottinn minn. Ég biðist að þinn kærleikur og þinn friður megi breiðast út allt, Drottinn minn. Að við megum finna það þegar við förum heim í dag, að friður þinn sem er æðri öllu megi varðveitast í hjörtum okkar og þeirra sem í kringum okkur eru, Drottinn minn. Í heilaga nafni. Amen. Amen. Við ætlum að halda áfram að lofa hans nafn, svo fáum við að heyra jólaguðspjalli og svo ætlar Hálfdán að tala til okkar. En ég hvet ykkur til þess að gefa Drottni tíma bara núna til að því þetta snýst hann. Þetta snýst fæðingu hans. Það búið að vera rosa mikið að gera og mikið amstur hjá mörgum. En við skulum bara njóta þess að lofa nafni hans hér í dag. Amen. Kom og sjá Guðs fundur.
Þetta var fyrsta skrásetningin og gerð var þá Kýrníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinna borgar. Þá fór og Jósef úr Galilíu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davíðs að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann í reifum og lagði hann í jötu, að því að eigi var rúm fyrir þau í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar, og engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá, verið óhræddir, því sjá ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast með öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur sem Kristur drottinn í borg Davíðs, og hafið þetta til marks, þér munu finna ungbarn dreifað og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englunum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: Dýr sé Guð í upphæðum og friður á jörðu og veldóknun Guðs yfir mönnum. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himinn, sögðu hirðarnir sín á milli: Förum beint til Betlehem og sjá það sem gerst hefur og drottinn hefur kunngjört okkur. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það skýrðu þeir frá því þeim hafði verið sagt barn þetta, og allir sem heyrðu undruðust það hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiddi það. Og hirðarnir sneru aftur og vegssumuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð, en allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Syngið með okkur ef að þið þekkið lögin, textan.
stjarna blikar blík, þá barnið Jesús fæddist hér á jörð. Í dauðamyrkrum dapar þjóðir stríða, uns Drottinn birti sinni barnahér. Nú glæst af honum gleðjar þjóðir, því guðlegt ljós af háum himni skín. Föllum á kné, nú fagna heiminn segna, frá barnsins jötu blessun streym, blítt og hljótt til þín. Ó helga nótt, hjá
eigum ekki að gefa hann gott klapp. Amen. Gott að sjá ykkur í dag. Það er alltaf, ég get alltaf treyst á Ragga og pappa kannski, hann kannski er glaður að sjá mig í dag. Og mamma, sko, það bætist hægt og rólega í hópinn. En verið hjartalega velkomin hingað á aðfangadegi. Þegar ég komið hingað inn, komið hérna upp stigann, þá blasti við ykkur stór veggur hérna frammi. Það sem stendur, hann er hér, Jesús fæddur er. Og Kristín las fyrir okkur jólaguðspjallið og þar talar Lúkas einmitt þetta. Yður er í dag frelsari fæddur, sem er Kristur drottinn í borg Davíðs, og hafið þetta til marks, þeir munu finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu. Jesús var komin í heiminn. Frelsarinn, Kristur drottinn. Hann fæddist inn í þennan heim á þessari stjörnubjörtu nótt í Betlehem sem lítið barn. Jesús, sonur Guðs, Immanuel, Guð með oss, var komin í heiminn. Jesús, hugsið ykkur, sem að var frá upphafi hjá Guði. Hann hafði verið frá upphafi með Guði og hann var komin í heiminn. Jesús sá sem að skapaði allt sem til er. Hann sá sem að heldur öllu saman var komin í heiminn. Kólusubréfið segir í 1. kafla á versi 15: Hann, Jesús, er ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allrar sköpunar, enda var allt skapað í honum í himninum og á jörðinni. Hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómar, tignir og völd, allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann er fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Allt á tilveru sína í honum. Ég á tilveru mína í honum. Þú á tilveru þína í honum. Þessi heimur sem við búum í á tilveru sína í honum. New Living Translation, hún segir, í staðan fyrir allt á tilveru sína í honum, segir, hann heldur allri sköpuninni saman. Það er Jesús. Allt sem að til er á tilveru sinni í honum og hann heldur öllu saman. Þessi Jesús var nú komin í heiminn. Páll orðar það svona í Filippibréfinu, 2. kafla, að hann var í Guðsmynd. En hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður og lægði sjálfan sig. Hann var í Guðsmynd, líkur Guði. Hann var Guð. En hann lagði það til hliðar. Hann steig út úr þessu hluturki að vera Guð. Til þess að vera maður, hann lægði sjálfan sig. Þeir sem að fylgist með bresku konungsfjölskyldunni, þið vitið að Harry, blessaður, sem er sonur Karls Bretlands konungs, hann er að valda usla innan fjölskyldunar. Hann sagði sig frá öllum konunglegum skyldum og við það þá mist hann stöðu sína innan fjölskyldunar. Hann gaf stöðu sína upp til þess að lifa öðruvísi lífi. Hann er ennþá prins, hann er ennþá sonur konungsins, en hann gaf upp stöðu sína. Eins var það með Jesú. Hann gaf upp stöðu sína að vera Guði líkur. Hann kom inn í heiminn og var mönnum líkur. Og það er svo merkilegt að Jesús, konungur konungana, sá sem að heldur þessari sköpun saman, sá sem að við eigum tilveru okkar í, steig úr Guðsríkinu og kom inn í þennan heim með ekkert í höndunum. Af því að hann svipti sig öllu, lægði sjálfan sig. Harry, blessaður, hann er ekkert að lepja döðum og skel. Hann hefur það bara mjög gott. Hann hefur nógu milli handana.
Hann þarf ekki að hafa áhyggjur á neinu. Af því að hann svipti sig ekki öllu. Hann er með þjóna sem að sinna heimilistjórunum, einkabílstjóra sem að keyra hann og börnin út allt, einkaflugvél sem að fer með hann á milli staða. En konungur konungana, frelsar okkar, Kristur drottinn, sonur Guðs, hann fæddist ekki í höll. Hann var ekki lagður í fallega í vöggu með silki, heldur var hann vafinn reifum og lagður í jötu. Það myndi eitthvað heyrast í Harry ef það ætti að leggja hans börn í jötu. En Jesús, hugsið ykkur, Guð fæddur inn heim inn í þessar kringumstæður. Fekk ekki silkiklæðin í vögguna. Sjálfur skapari heimsins. Var ekki fæddur í kastala eða höll. Í húsakinnum sem að sæmir konung. Heldur var hann fæddur í fjárhúsi. Vafinn reifum og lagður í jötu. Af því hann svipti sig öllu. Í gegnum það sem að við göngum í gegnum. Hann upplifði gleði, hann upplifði sorg. Hann fann til, hann var þreyttur, hann var reiður, hann var maður eins og ég og þú. Páll segir, hann svipti sig öllu og tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Og Jesús sagði í Markúsar Guðspjalli 10. kafla, sá sem mikill vill verða meðal ykkar, sé þjónn ykkar. Því að mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Heldur til að þjóna. Á meðan Harry er með þjóna til að þjóna sér, kom Jesús inn í þennan heim til þess að þjóna öðrum. Hann þvoði fætur, hann mettaði 1000 manna, gekk læknaði sjúka, settist niður með þeim sem að aðri litu niður á. Hann kom til þess að þjóna, lagði allt annað til hliðar, það að vera Guði líkur, lagði það til hliðar og kom til þess að þjóna. Og Páll segir, verið með sama hugafæri og Jesús Kristur var. Verið með sama hugafæri. Gerið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd. Verið lítilát og meti hvert annað meira en ykkur sjálf. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annara. Og Jesús sagði eftir hann kraup á kné og þvoði fætur lærisveinanna, þá sagði hann, ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breyti við yður. Eða að ég á að vera með sama hugafar og Jesús var. Ég á að breyta eins og hann breyti. Ég á að þjóna eins og Jesús þjónaði öðrum. Og við þurfum öll að vera á þeim stað að vera tilbúin til þess að þjóna hvort öðru og þjóna náunga okkar. Og Jesús segir að það sem að við gerum hennum minnsta bræðra, það höfum við gert honum. Hann segir, því hungraður var ég og þeir gáfu mér að eta, þyrstur var ég og þeir gáfu mér að drekka, gestur var ég og þeir hýstu mig, nakinn og þeir klæddu mig, sjúkur og þeir vitjuðu mín, í fangilsi var ég og þeir komu til mín. Og við spyrjum hvenar? Hvenar sá ég þig hungraðan eða þyrstan? Hvenar varst þú gestkominn og við hýstum þig? Hvenar sáum við þig nakinn og við klæddum þig? Hvenar sáum við þig sjúkan? Hvenar sáum við þig í fangilsi? Hvenar komum við til þín? Hvenar þjónaði ég þér, drottinn? Og þá segir Jesús, sannlega segi ég yður, allt sem þið gerið einum minna minnstu bræðra, hafið þið gert mér. En eins og ég kem fram við aðra, þannig kem ég fram við Jesú. Vitið, ég elska jólin. Ég elska að vera með fjölskyldunum minni, vinum og borða góðan mat. Vitið, en það er ekki allir jafn heppnir og ég. Það eru ótrúlega margir til dæmis í kringum mig sem hafa mist ástvini núna í þessu mánuði. Fólk er sorgmætt, fólk er einmana og það er fullt af fólki sem kvíðir jólunum. Hvernig get ég þjóna til þeirra? Hvernig get ég mætt þeim? Er einhver í kringum mig sem er hungraður? Er einhver í kringum mig sem er þyrstur?
Er einhver í kringum mig sem er sjúkur eða í fangelsi? Einhver sem hefur lítið milli handana? Einhver sem er einmana? Einhver sem þarf umhyggju? Einn góður vinur minn sem misti ástvinn núna í desember, hann sagði: ég átti von á að svo margir myndu hringja, sem var svo ekki raunin. Við erum svo oft upptekin í amstri dagsins að við gleymum náung okkar. Við gleymum að líta upp og líta í kringum okkur og við sjáum ekki þörfina í lífi fólks. Við hlustum ekki og við sjáum ekki að því að við erum svo föst í okkar, öllu því sem er í gangi í okkar lífi. Einn vinur minn sagði við mig, og hann hafa verið út á landi: það er ekki þessi hraði og stress út á landi eins og er í höfuðborginni. Og það er þannig. Marga af landsbyggðinni þeir kvíður fyrir að koma til höfuðborgarinnar. Einmitt út af þessu, það er svo mikill hraði og það er svo mikill stress. En ég velti fyrir mér, er það eitthvað náttúrulögmál sem við þurfum að byggja á? Þurfum við að hafa svona mikið á okkar könnu, bara því að við búum á þessu landsvæði, höfuðborgarsvæðinu, að við náum ekki einu svona að líta upp til að sjá náung okkar, hvernig náung okkar hefur það, af því að það er svo mikið að gera hjá okkur. Að þá höfum við ekki einu sinni tíma til að taka upp símann og segja: hæ, hvernig hefur það? Og ég þekki þetta vel sjálfur. Ég hef búin að sjá fyrir mér Þorláksmessu. Ég ætla að vinna stutt til hátíðis. Ég ætla að mögulega að þrífa bílinn og bónan og sjæna til og hafa svo bara rólegt og náðugt. Setjast í sófan með ritskeks og osta og horfa á bubbatónleikana sem byrjuðu klukkan 10. Vitið þið, það fór ekki þannig. Ég var að vinna til 2 og ég kom hingað til að halda áfram að undirbúa ræðuna og ég fór í ræktina og ég þurfti að fara í bæinn og sækja síðustu gjöfina og koma aftur hingað og undirbúa mig og kom heim klukkan 10. Þá var ekkert hægt að setjast niður og horfa á bubba. Heldur þurfti að fara að gera rjúpunni, úrbeina bringurnar og úrbeina lambahryginn og krydda hann og setja hann í vakúm og þá þurfti náttúrulega að fara að pakka jólagjöfum. Ég held að klukkan hafi verið 2 þegar Ásdís sagði: jæja, nú gerum við ekki meira í dag. Svo vöknuðum við snemma í morgun og héldum áfram. Þurfti að fara og redda síðustu gjöfinni sem átti að vera ekkert mál, en var svo bara stór mál. Og ég var alveg bara við það að bugast. Hraðin og stressið var allt í einu orðið svo mikið að það búið að ná mér. En þegar ég var að hugsa um þetta, ég á að þjóna öðrum eins og Jesús ætti í hlut. Og þetta var í gær, þannig að það var á leiðinni heim, klukkan alveg að vera 10. Og þá fór ég að hugsa: hvernig get ég verið til staðar fyrir aðra? Þrátt fyrir allt sem er í gangi í kringum mig. Þrátt fyrir allt sem ég er að gera, hvernig get ég verið til staðar fyrir aðra? Og það sem ég gerði, það var að slökkva á útvarpinu og hringja í vin. Hæ, hvernig hefur það? Ég var að hugsa til þín. Ég gat nota þennan tíma héðan og leiðinni heim til að hringja og sýna að mér er ekki sama. Ég er með þér, stend með þér. Þannig ég vil hvetja okkur öll í dag að vera með sama hugafar og Jesús, sem hann lagði allt niður og tók á sig þjónsmynd. Og ég er ekki að tala bara um þessi jól, heldur á komandi ári, að verði hluti af því hver við erum. Að við sýnum ekki bara kærleika á jólunum, heldur sýnum við kærleika allt árið umkring. Að við séum tilbúin til að þjóna öðrum, mæta náung okkar á þeim stað sem hann er á. Vera tilbúin til að taka upp símann, eða kíkja í kaffi, bjóða heim í mat, setjast niður og hlusta. Vera tilbúin til að biðja,
vera til staðar. Jesús, hann lagði allt niður til þess að þjóna öðrum. Hvað er ég tilbúin til að leggja niður svo ég geti þjónað öðrum? Amen. Við skulum biðja saman. Drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir að þú lagðir það til hliðar að vera Guði líkur. Þú komst inn í þennan heim ekki til að láta þjóna þér, heldur til þess að þjóna öðrum. Postulasagan segir að þú gekkst gerðir gott og græddir alla sem að djöfullinn undirorkaði. Og í dag þá vill ég leggja mitt til hliðar, Drottinn, til þess að ég geti þjónað, að ég geti verið með sama hugafar og þú, Jesús, og breytt eins og þú breyttir. Hjálpaðu mér að líkast meir og meir þér, að þú megir stækka og ég megir minnka, Drottinn. Drottinn, ég bið að blessa alla þá sem hér eru, Drottinn. Ég bið að koma með þinn frið og þinn kærleika og þína gleði inn í líf okkar þessi jól. Í Jesú nafni. Amen. Við skulum rísa á fætur og við skulum syngja saman jólalagið með stórum greini, heimsum ból. Ég þakka ykkur fyrir komuna og ég óska ykkur gleðilegra jóla. Amen. Samasta sinni